Jæja, núna ætla ég aðeins að spjalla við ykkur og sýna ykkur hérna hvernig við ferðumst á vinnusvæðin okkar. Það er hérna nokkra leiðir til að færa sig til á blaðinu og stækka og minnka og færa sig nær og svoleiðis. Fyrsta sem ég ætla að sýna ykkur bara hérna núna er stækkunarglerið. Og þá sjáum við eins og öðrum tólum í Inkscape þá koma hérna stillingar fyrir tólið. Og ef við ítum bara plúsinn þá færumst við nær, þið sjáum að blaðsíðan okkar stækkar. Og ef við ítum á mínusinn hins vegar þá förum við bara út eða zoomum út. Það er líka hægt að nota þessa hérna möguleika, þetta er 1:1, þá stækkar blaðsíðan í þá stærð, sem sagt 100%. Eða 1:2 sem er 50% eða 2:1 sem er 200%. Þið getið líka valið til dæmis þessa hérna leiða að sjá bara hérna efsta hlutana af blaðsíðunni. En það sem ég langaði aðalega þið vissuð og það er sá möguleikin sem ég nota eiginlega alltaf, það er að til að færa mig bara upp og niður á blaðsíðunni þá skrolla ég bara upp og niður. Eða þá að ég held inn í shift og skrolla og þá fer ég til hægri eða vinstri, eftir hvort ég skrolla upp eða niður. Önnur leið sem er gott að vita og það er líka svona sem maður heldur bara inn í takka á lyklaborðinu, þá ýti ég á Ctrl og þá fer ég út úr síðunni. Og ég held inn í Ctrl og skrolla frá mér, þá fer ég að mér og þá minnkar síðan. Þetta er svo leið sem ég nota langmest sjálf og því mér finnst alltaf mikið vesen að vera að fara alltaf inn í stækkunarglerið. Ég kannski vinna bara með blýantinn en og nenni ekki alltaf að vera að fara yfir í stækkunarglerið og þá nota ég bara þetta. Núna þó ég sé með blýantinn valinn þá held ég inn í Ctrl og skrolla eða held inn í shift og skrolla til hliðar eða skrolla bara upp og niður. Þetta er mjög einfalt. Og það var eiginlega bara þetta sem ég vildi sýna ykkur í sambandi við hvernig við ferðumst á vinnusvæðin okkar.